Miklar breytingar urðu á bankakerfinu í upphafi árs. Landsbankinn og Búnaðarbankinn urðu að hlutafélögum og stærsti banki landsins, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, tók til starfa. Snemma á árinu sýndu sparisjóðirnir áhuga á að kaupa allt hlutafé í Fjárfestingarbankanum. Áætlað var að ríkið gæti fengið fyrir það 11 milljarða króna. Íslandsbanki hafði einnig áhuga á að kaupa banka og gerði 8 milljarða króna tilboð í Búnaðarbankan. Og sænski Enskildabankin vildi hasla sér völl á Íslandi og kaupa stóran hlut í Landsbankanum. Ríkisstjórnin ákvað að selja hvorugan viðskiptabankana en bjóða út helming hlutafjár í Fjárfestingarbanka atvinnulífsins á árinu. En það voru fleiri en bankar sem höfðu áhuga á að fjárfesta í bankakerfinu. Yfir 12.000 einstaklingar skrifuðu sig fyrir hluti Landsbanka Íslands þegar hlutafé hans var aukið 1 milljarð með hlutafjárútboði. Ég tel að þetta sýni að fólki vilja hafa bankan í íslenskri eigu og það vil taka þátt í því. Þúsundir manna vilja taka þátt og eiga beinan hlut í Landsbankanum, leysa hann til sín með þessum hætti. Já, við höfum ekki talað að selja eignarhlut ríkisins á þessu kjörtímabili. Við höfum heimildir ennþá til þess að auka hlutafé upp í 35%, þannig að hlutur annarra heldur ríkisins 35%, en með þessari útgáfu á nýju hlutafé þá styrkist eiginfjárstaða Landsbankans gríðarlega vel. Áhugi almennings var ekki minni þegar að 4,7 milljarða hlutur ríkisins í Fjárfestingarbanka atvinnulífsins var boðin út. Tæplega 11.000 manns skráðu sig fyrir hlut í bankanum eða 19 milljörðum króna. Vegna þessarar eftirspurnar verður að skerða hámarkshlut í bankanum úr 3 milljónum í 360.000 krónur að nafnvirði, þannig að þeir sem vildu fá mest fá aðeins 12% af því sem þeir vildu. Margir hugsuðu sér gott til glóðarinnar þegar Búnaðarbanki bauð út hlutafé að nafnvirði 350 milljónir króna. Yfir 90.000 manns eða þriðjungur þjóðarinnar skrifaði sig fyrir hlutafé en hlutur hvers og eins var ekki stór aðeins 8.000 krónur. Við útboðið eignuðust fjármálafyrirtæki drjúgan hluta hins aukna hlutafjár í bankanum en þriðjungur einstaklingana seldi þeim kennitölu sína og þar með réttinn til að kaupa. Viðskiptaráðherra sagði þetta andstætt stefnu ríkisstjórnarinnar dreifða eignaraðild að bönkunum. En sumir vildu fá bankana ódýrt. Það þótti ótrúleg bíræfni þegar þjófar fóru inn í anddyri Kennaraháskólans að næturlagi. Þeir spenntu þar hraðbanka frá vegg og gólfi og hurfu á braut með hann í heilu lagi. Daginn eftir fannst bankinn og allir fjármunir sem í honum voru og málið upplýstist fljótlega. En banka mun ekki hafa verið stolið fyrr í heilu lagi á Íslandi.